Samskipti foreldra og barna, og þetta seinni hlutinn, og nú fjöllum við aðeins togstreitu og ágreining og ef það kom upp samskiptavandamál. Öll getum við lent í samskiptaárekstrum og við lærum oft af því að lenda í einhverjum samskiptavanda því við þurfum að vinna úr þessum árekstrum þannig að enginn tapi. Og við vinnum úr þessu með samtali, hver á vandamálið, við reynum að finna lausn. Togstreita eða samskiptaágreiningu, togstreita þarf ekki að vera að finna illa. Vegna þess að við reynum að finna viðeigandi lausn á málinu og það verður oft að nýrri byrjun. En það mjög algengt að fólk noti þessa aðferð sem heitir valdboðsaðferðin og hún mjög algeng og óheppileg og það felst í því að ég skipa fyrir hvernig hlutirnir eiga að vera. Þú átt að gera þetta til þess að þetta gerist. Og það ekki vænlegt til árangurs. Samskiptaaðferðin sem líka kölluð samningaaðferðin, hún felst í að barnið og foreldri vinna saman að lausn vandans. Samningaaðferðin felur í sér eftirtalda þætti. Í fyrsta lagi þarf að viðurkenna að það sé eitthvað togstreita og það verða skilgreina, það verða lagana. Öðru lagi þarf að koma uppástungur lausnir, hvað getum við gert? Í þriðja lagi þá þarf að meta lausnirnar sem í boði. Fjórða lagi að finna leiðir til að láta samkomuna verða veruleika, hvernig ætlum við að gera þetta? Og í fimmta lagi þarf svo að meta árangurinn, hvernig gekk okkur við að laga þetta sem kom upp. Og það sem felst í þessu samningaaðferð eða samskiptaaðferð, það samvinna lausnina. Barnið tekur þátt í að finna lausnina, barnið treyst og þá finnur það til ábyrgðar. Og barnið finnur að það virt og það viðurkennt. Þeirra hlutur skiptir máli. Hrós dálítið vanmetið og eins og þetta í dag þá hrósum við fyrir alla skapaða hluti. En hrós mjög góð og bara, þetta bara góð aðferð við í samskiptum. Já, við sko bara hafa þannig. Þetta bara góð aðferð í samskiptum og við eigum öll skilið hrós fyrir velunni verk. Og það mikilvægt að hrósa þannig að barnið fái sannar upplýsingar hvað það getur svo það byggi upp í ákveða sjálfsmynd. Og þá aldrei að hrósa börnum fyrir skapgerðar eiginleika, því það gefur óljós skilaboð. Hvernig á að hrósa? Heilræðin eiginlega einföld, vertu einlæg, veldu réttan stað og stund, ekki bara gera þetta hvar sem þar sem til dæmis allir heyra eða eitthvað. Ná augnsambandi, vera nákvæmur, ekki ofgera eða skjalla því börn eru fljót að finna það. Ekki lítillækka sjálfa þegar aðra í leiðinni. Og alls ekki draga úr hrósinu eða bæta við niðrandi athugasemdir. Þetta rosalega flott hjá þér og þú rosalega dugleg, en það hefði verið betra að þú gerðir þetta svona eða hinsegin. Eða ef þú værir ekki í þessum fötum eða hinnum fötunum eða eitthvað. Við drögum ekki úr hrósinu. Hrósið á að geta staðið eitt og sér. Síðan það að gagnrýna og það felst í orðinu að rýna til gagns. Gagnrýni. Þetta ekki skammir. Þetta við gagnrýnum til þess að aðstoða. Og það mjög vandasamt að rýna til gagns og uppbyggjandi hátt, sérstaklega gagnvart börnum. Það þarf að vera málefnalegur. Ekki rugla saman hegðun og persónu. Vertu nákvæm, ekki alhæfa, alltaf og aldrei. Þú gerir þetta alltaf eða þú gerir þetta aldrei. Sýndu skilning og hlusta á viðbrögð viðmælandans og biðjum tillögur til úrbóta. Það alltaf þetta, biðjum tillögur til úrbóta. Særandi og niðrandi athugasemdir, þær vekja andúð, reiði og jafnvel hatur. Þær eru niðurlægjandi og þær skapa neikvætt sjálfsmat fyrir þann sem fær þær. Jákvæð gagnrýni hins vegar þarf að vera skýr og einföld og hún skapar jákvætt sjálfsmat. Forðast á gagnrýna fyrir það sem löngu liðið og fyrir eitthvað sem ekki hægt að breyta. Með því að særa eða niðurlægja og svo aðrir heyri, með þú ert reiður, mjög mikilvægt, og með langloku tali. Komdu beint að efninu, vertu skýr og taktu fyrir bara það sem þarf að ræða. Síðan það þetta með að taka gagnrýni sem ofsalega erfitt, eða getur verið það, og það í fyrsta lagi að hafðu vald á tilfinningu þínum og ekki fara í vörn, sem svo ofsalega mikilvægt og við rökkum í vörn alltaf ef fólk fer að gagnrýna, að þá svo auðvelt að fara í vörnina. Hlustaðu vandlega á rök og skýringar. Ef gagnrýnin almenn eða óljós, byttu þá dæmi og veltu því fyrir þér hvort hún sé sanngjörn. Ef hún sanngjörn, ekki afsaka þig. Skýrðu þín sjónarmið, hverju hægt að breyta og hverju ekki að þínu mati. Ef hún hins vegar ósanngjörn, mótmæltu þá með ég-staðhæfingu. Til dæmis, ég tel að þetta sé ekki sanngjarnt. Settu málið í farveg strax ef það nokkur kostur.
Ekki láta það bíða. Ágreiningsmál, togstreita og vera ósammála. Það kom upp ágreiningsmál og togstreita í öllu fjölskyldum og allflestu vinnustöðum. Ef ágreiningsmál kom aldrei upp, þá verður aldrei neins skoðanaskipti og það verður engin þróun. Ágreiningsmál eða togstreita getur gefið fólki tækifæri til aukið skilnings á mönnum og málefnum og aukið samstöðu. Ágreiningsmál eru bara því stundum nauðsynleg. Það er mikilvægt að virða skoðanir annarra og aðrir hafa munað það að aðrir hafa fullan rétt á að hafa sína skoðun og vera ósammála. Það þurfi ekki allir að vera á sömu skoðun og ég, þó mín skoðun sé að sjálfsögðu sú besta. Að leysa málin, það er mjög mikilvægt að geta átt málefnalegar umræður og geta fært rök fyrir máli sínu á sama hátt og það er mikilvægt að hlusta á rök annarra. Víst er þetta svona, það er ekki rök. Að nota orðið víst eru bara alls ekki góð rök. Hvaða niðurstöðu vil ég fá af hverju? Þjónar það mér, þjónar það barninu mínu eða þjónar það einhverjum öðrum? Er ég tilbúin til að leysa málið? Ef já, hvaða leið er þá best til að komast að ásættanlegri niðurstöðu? Og ef nei, hvaða afleiðingar kemur það til með að hafa ef við bara hættum hér og við leysum þetta ekki? Samskiptaleiðirnir, það er þessi valdboð sem er valdboðsaðferðin að hóta og refsa á meðan að það skilar árangri en svo kemur að því að það hættir að skila árangri. Það er samningaaðferðin að höfða til samvinnu barnsins, láta því í 10 tillögurétt og það eru 5 atriði sem þurfa að vera til staðar. Viðurkenna togstreituna og skilgreinana, koma með uppástungur lausnir, meta lausnir sem er að velja, finna leiðir til að láta samkomulagi verða veruleika og meta árangurinn. Þetta er sama og ég sagði í glærunni hérna framan, þetta er ekki hægt að segja þetta of oft. Þetta eru þessi atriði sem við þurfum að hafa í huga og við viljum vinna úr málunum. Neikvæð hegðun barna á mjög oft rætur að rekja til lítils sjálfstraust. Barn með neikvæða hegðun það trúir því að neikvæða atferlið muni bæta stöðuna og notar því einhvers konar skaðráð í stað bjargráða. Barnið reynir að vekja athygli með því ergja foreldrana. Það reynir að sýna að það hafi valdið. Það rífst og sýnir yfirgang. Barnið reynir að hefna sín með því að særa aðra, barnið gefst upp og verður óvirt. Nauðsynlegt er að leiða hjá sér neikvæða hegðun barnsins en veita jákvæðri hegðun athygli. Muna, þar sem þú veitir athygli það vex og dafnar. Börn með lítið sjálfstraust, Rufus Drakers, sem er fræðimaður, telur að börnum með sjálfstraust líði ekki vel og það langi ekki til að takast á við neitt nýtt. Þess vegna finnst þessu barni því vera utanvelta í fjölskyldu sinni eða bekknum eða félagahópnum og þess vegna fer það að sýna neikvæða hegðun. Því það finnst að sé allstaðar ofugið og þetta er rosalega erfitt. Þarna verða öll samskipti mjög vandasum og þá er mikilvægt að efla trúðir á eigin getu og þessi neikvæða hegðun er að vekja athygli, sýna vald og rífast, hefna og særa og gefast upp. Áfram með litla sjálfstrausti, ekki veita neikvæða hegðun athygli, sýna væntumþykju og glaðværð og skipta verkefnin í smærri einingar. Stundum eru bara verkefnin of stór og þau verða bara óyfirstígalega hjá barninu. Virða tilfinningar barnsins, hrós líka fyrir viðleitni og gera hæfilega kröfur. Smá samantekt, árekstrar og togstreita geta verið að finna góða. Það þarf að finna góða leið í samskiptum til að vinna úr togstreitu þannig að allir skilji sáttir. Nota hrós og gagnrýni á réttan hátt og að neikvæð hegðun barna getur stafað af of litlu sjálfstrausti. Takk fyrir.